Góðan daginn, ágætu hlustendur og áhorfendur. Við erum mætt hingað og erum farin að kannast við okkur aðeins hérna ekki. Og við kveikjum kertum á. Það er að vera svolítið lítil hjá okkur. En á meðan að þau sýna ljósa þá leyfum við nú bara svona að brenna upp í rólegheitunum. Nýta er ekki það sem við erum að tala um núna, nýta. Og við erum þar. Hér er komið eitthvað nýtt. Það er alltaf verið að færa, bæta, vonandi. En það sem bætir best, er svona gagnlegast af öllu. Það er nú blessað orð Guðs. Og þess vegna er hvatningin hér alltaf svo sama, leitum til orðs Guðs. Ekki eru allir á þeirri línu, en það eru heldur ekkert allir á réttri línu. En við erum á réttri línu, svo fremi sem við gerum það sem Drottinn er að bjóða. Og tökum það sem hann er að bjóða fram yfir allt annað sem við gætum verið að höndla og taka þátt í. Því orð Guðs er nú þannig vaxið að það er sannleikur númer 1, 2 og 3. Og að því að það er sannleikur og þá líka leiðir það okkur réttan veg. Og hann og hún sem að fer eftir orðinu og er svona lítur á það alvarlegum augum, að slíkri manneskju er ekki við neinni hrösun hætt og í heimi sem að er hraslandi lappirnar á sig fram og tilbaka, þá eru þessi orð mjög stór og einhver myndi segja að hér væri stórt upp í sér tekið. Þau eru stór, orð Guðs er stórt vegna þess að Guð er stór. Þannig að það sem að þetta umhverfi svo út í, það var ekki til að því bara og einhvern veginn. Þetta var allt saman hannað. Þetta var búið til í höndum einhvers. Og þessi einhver er Guð, lifandi Guð. Hvenær kom hann? Já, hann hefur alltaf verið. Þannig að sumt hefur alltaf verið til. En hnötturinn, jarðkúlan okkar, hún er á sína sögu og sitt uppaf, eins og allt annað. En undan þessu öllu var Guð. Og svo vildi hann fara að skapa. Hann vildi skapa það sem heitir líf. Og vissi alveg hvernig hann ætti að búa til líf. Hann veit allt. Og hann fór að gera alla þessa umgjörð sem við erum með hérna í kringum okkur. Og inn í þessari umgjörð var til kúla sem heitir jörð. Og kúlan sem heitir jörð er svæðið sem lífið er á. Og menn hafa verið að eyða grilljónum í ferðir út í geiminn því að þeir vilja finna upphafið að lífinu. En upphafið heitir Guð. Og allt hitt, þetta sem býr til líf hér, er skapað verk, gert verk, og eins og öll önnur verk er höfundur að því einhver. Þú skoðar þessi gleraugu. Kannski finnst þér þau falleg, kannski ekki. En þessi gleraugu, þau eru sköpuð af einhverju manneskju. Eins og með þetta glas, það er skapað af einhverjum, hverjum veit ég ekki, en þetta var ekki bara til að því bara. Ég heldur gleraugun að því bara. Eins og með þessa jarðkúlu, að hún er sem sagt hönnun, hún er búin til af honum sem lifir alltaf. Og maðurinn sem situr hér og talar til þín, hann er á sama bát og allt annað. Hann sköpuð vera. Hann kom ekki bara að því bara, nei. Hann var inn í risavöxnu plani sem Drottinn gerði kannski
þegar hann var að skapa heiminn og hanna hann og pæla. Þannig að við erum að tala svolítið annað en grunnhugsun okkar þegar við erum að fjalla Guð. Hann er stór og hann er víður og hann er hár og þú getur auðvitað ekki skilja hann nema bara einhverju parti, broti. En það nægir okkur mér og þér til þess að átt okkur á hvað þetta er allt saman stórfenglegt sem hann gerir. Og annað, og það kennir trúin okkur, að það sem hann gerir er eilíf, það fer aldrei. Hann segir að tilverði nýr himinn og ný jörð, og ég trúi því að svo sé. Og þegar verið er að tala nýja himinn og nýja jörð, þá tel ég það að þetta sem er hér, það verður allt endurskapað að því leyti til að þessu illa sem er hér í dag og við sjáum fyrir augunum á okkur öllum stundum og allt og mikið, að það fer. Og það verður í kjölfarið á því verður til þetta nýja. Sem sagt, það er komið ný hugsunin, ílskan er farin út og menn bara góði hvort við annan, hvort við förum á einhvern annan stað, það þarf ekkert að vera, ég reyndar veit ég ekkert hvernig það verður, en ég veit að það sem er framundan og trúin mín er að fræða mig og halda mig vakandi við, er þetta nýja. Það sem að, syndin og það allt saman drasl er farið. Hvort að, eins og við vorum að tala hvort að verði einhver ný jörð, ég bara veit það, himinn og jörð, þetta skapast allt. En hvort að komi önnur jörð, veit ég ekki. En það skiptir það einhver máli fyrir mig. Ég veit bara að það sem ég stefni að með minni trú og trúin mín er að heimila, er að ég fer á annan stað, nýjan stað, sem er 100 sinnum betri heldur en þessi staður sem ég er á í dag. Af því að allt þetta sem að plagar mann og annan, það verður ekki þar. Það held ég að sé meira þetta nýja en að verður til einhver önnur jarðkúla eða hvernig sem þetta verður, veit ég ekki. Ég held að þetta verður miklu meira þannig. En auðvitað er ég bara að hugsa svona uppátt. Eins og við öll höfum sjálfsagt gert þegar við veltum þessum hlutum á annar borð fyrir okkur. Þessar víddir og gáttir þar opnast að því að við erum trúað fólk. Við trúum á hans skóp og við viðurkennum það að hann skóp þetta allt. Það er ekki af þessu neinn tilviljun og þú ert ekki heldur tilviljun og ekki ég. Þetta var allt til af hönnuði, af höfundi, höfundur af öllu. Við vorum að taka hérna gleraugun og við vitum að það er höfundur af þessum gleraugun. Hver hann er veit ég ekki, eins og með þetta glas, það er höfundur af þessu. Hver hann er, eða hún, veit ég ekki, en veit samt að þetta er höfundur af þessu öllu. Og þannig er líka með jarðkúlun okkar, það er höfundur að henni. Og svo fyrir utan jarðkúlan er gríðarleg vídd sem enginn getur mælt. Hún er til þess að skapa skilyrðin fyrir lífið á þessu punkti sem heitir jörð. Já, svona miðað við alheiminn allan að þá er jörðin bara punktur. En okkur finnst hún auðvitað stór. En þar er okkur ætlað að vera. Og öllu sem lifir líka. Og þetta skýrir hví menn sjá ekki, finn ekki neitt líf og öðrum hnöttum sem segja sjá merki líf, en ég segi það út frá minni trúarlegu þekkingu að það er hér á jörðinni. Og fræðslan öll er hér það hvernig þetta var, svo mikið sem okkur er ætlað að vita. Ég finnst þetta reyndar allt saman vera aukaatriði því að ég er hér og nú, ég er í mínu andartaki og andartaki segir mér vertu með Jesú. Það er mitt andartak. Og að því að mitt andartak er þetta, þá vil ég vera það sem Jesús er og hlýða honum að því hann er og meira, hann býður mér að vera hjá sig. Og mér finnst það aldeilis ekki slæm býtti. Ég veit ekki með þig. Og til þess að ég viðhaldist við þetta verkefni, þá er ég með orðið. Ég er fylltur heilagum anda og hann, heilagur andi í mér, hafi talað við orðið.
Hann vill að orðið eigi sama samræður við mig og hann meðtekur það og hann útskýri fyrir mér sumt í orðinu sem ég áður ekki skildi. Og í hvers skipti sem maður les orð Guðs, þá maður í raun og veru alltaf að rekast á eitthvað nýtt. Hvað önnur bók en orð Guðs hefur þennan mátt fyrir mig að þú ert að rekast á eitthvað nýtt í hvert sinn sem að þú tekur bókina þér í hönd. Það magnað að þjóna Guði og það magnað að fá að vera með honum. Fá að vera með honum ekki öllum opin leiða Jesú. Það öllum opin leiða Jesú, en það samt ekkert allir þar. Sumir á einhverjum allt öðrum stað. Sumir að velta sér upp úr því hvernig þetta varð allt til og geta engan veginn séð eitthvað skapar á bakvið þetta og höfund, þó að sé nú í raun og veru mjög erfitt að horfa framhjá því til lengdar að það sé ekkert á bakvið þetta nema bara einhvað. Tilviljanir og ég veit ekki hvað og hvað. Hvað hefur gerst fyrir tilvilj? Þetta allt saman búið til, allt í kringum okkur búið til. Ég bjó til þetta, þú bjóst til þetta. Og svo framvegis og framvegis. Akkur það svona algjörlega útilokað að sjálfur grundvöllurinn sé hönnun einhvers aðila. Við náum ekkert upp í þessa hugsun og alls ekki ef að trúin ekki með. Því að trúin, hún opnar þessar víddir inn á lendur Guðs að einhverju leyti, en það hluti af syndinni og þessu tjaldi sem hann dregið upp til þess að hylja mönnum sín til Jesú, einmitt að væri til einhver skapari. Þannig að menn fóru í aðra áttir með þær pælingar og nú vísindin í áratugi búin að vera að velta þessu fyrir sér, hvernig þetta alltaf var til og það verið að senda geimflögur og sem bara þarna, ég veit ekki til hvers, og það í raun og veru færa okkur engin svör. Ég hef ekki heyrt neitt nýtt í sambandi við það að þetta væri eitthvað öðruvísi heldur en að vera sköpun höfundar og höfundur sé bara, já, Guð. Ég ekki sé neitt annan. En þetta einhvern veginn að því að trúleysið svo gríðarlega mikið og einhvern veginn tekur yfir allt, þá bara neita menn þessum fullyrðingum. Og þeir segja, þetta getur ekkert verið svona. En þetta svona. Það nú málið. Það nú sannleikur málsins, hvernig veit ég það? Ég bara trúi orði Guðs. Og maður þá bara trúa. Trúðu orði Guðs. Og meira, þegar þú trúir orði Guðs, þá ert að trúa sannleikanum. Þannig að þú togast ekkert á við sannleikanum, og hver veit ekki þetta? En við þurfum fyrst auðvitað að viðurkenna þetta sem sannleika. Ef við viðurkennum ekki Biblíuna til að mynda sem sannleika frá Guði, að það bara höldum við áfram að togast á við hana og segja, þetta getur ekki verið svona. Þetta algjörlega óraunhæft að þetta sé svona. Svona út frá mannlegum sjónarmiðum, þá þetta alveg eðlilegt. En mannleg sjónarmið ekkert hinn heila í sannleiku og hver getur ekki tekið undir það? Horfðu í kringu þig. Horfðu á verkið. Og hvað sérðu? Stagbætt alls konar og endalaust verið að uppfæra að þetta var svo lélegt þegar þetta var sett fram að það varð að uppfæra þetta allt. Við erum ennþá að horfa á þessar uppfæslur sem eiga að laga einhvað. Kannski laga einhvað. En þetta 10, 15 ár, 20 ár, þá þetta sem að lagfæra orðið eitthvað ómögulegt og það þarf að fara að lagfæra þetta aftur. Að við náum ekki takti við einn eina sanna sannleika. Við náum ekki takti við orð Guðs og þá erum við bara á þessum stað. Hvert ætlum við að fara annað ef við neitum til við sannleikans sem við þó höfum aðgang að? En enginn hleypur til nema sá sem að Drottinn hefur áður fyllt heilögum anda, sem sagt, hann fann þennan einstakling
og opna hann og leið inn í ríki Guðs og allar þessar lendur með sem að við erum hér að tala um. Og við segjum fullum fetum, heimurinn er sköpun, jörðin er sköpun og alheimurinn hann er sköpun. Sem sagt, einhvern tíman þá var hann ekki til. En Guð hefur alltaf verið til eins og við vorum að tala um hér í upphafi. Hann hefur alltaf verið. Hann á sér ekkert uppa og á honum er engin endi. Allt þetta svona er stuðningur við það sem við erum að gera í Jesú nafni. Þannig að ég sem lifi í dag held áfram að lifa, en framtíðin segir mér að ég muni lifa í faðmi Jesú, þar sem hann er núna. Og hvað er Jesús? Orðið segir að hann siti við hægri hönd lifandi Guðs. Það segir orðið. Trúi þessu alveg svo nýju neti. Bara engin efi í mér. Ég veit ekki með þig, en það er engin efi í mér. Þannig að ég munnhegst ekki við fólk þessi atriði. Þetta er bara það sem ég hef að segja og þetta er eitthvað sem ég má alveg segja. Alveg svo þú ert að halda ykkur öðru fram og enginn segir að þú megir það ekki og ég ætla ekki að gera það heldur. Þá má ég alveg tala svona. Og ég veit að þetta er sannleikur og margir aðrir með mig líka. Og svona tölum við að því ekkert annað er að ræða. Við verðum að vera rödd sannleikans og það verður einhver að vera þessi rödd sannleikans. Ég, alveg eins og þú. Og þú, ég ekkert frekar en þú. En að því að við eigum sama Guð og þjónum sama Jesús, þá eigum við líka þennan sameiginlega sannleika sem heitir orð Guðs. Við erum ekkert að veiklast neitt í orði Guðs niður efast að það sé eitthvað annað en sannleikur. Þetta hefur ekkert með það að gera að lífið sveiflast til hjá okkur og svona gengur í bylgjum og fer fram og tilbaka. Það hefur ekkert með það að gera nema að við erum á þessum stað að trúa. Erum við auðtrúa fólk? Ég er ekki auðtrúa maður, því get ég lofa þér. Og þú kemur ekki til mín og segir mér hvað sem er og ég er bara hlaupinn með það. Þannig er það ekki. Og kannski er það ekki heldur þannig á þér en sumir eru auðtrúa fólk. En ekki vera auðtrúa manneskja. Vertu manneskja sem hefur svona svolítið gagnrýna hugsun og það er alveg gilt í ríki Guðs að hafa gagnrýna hugsun. En þú ferð að snúast og sveif með þinni gagnrýni hugsun segjum orð Guðs að því þú uppgötar það að það er bara rétt sem þarna er. Svo hættur því, svo segir þú bara, ég ætla að trúa því þó það stangi svo litið á við það sem ég held. Þetta er trú. Og það má alveg fullyrða það að hvort sem er ég að þú, að engum menn hlekkjast neitt á þessari skoðun sinni. Því að Drottinn lifir og hann sér til þess að maðurinn fái sitt fram geng að því hann er í sannleikanum, að því hann leitar til lifandi Guðs. Og það er verkið sem við sem erum með þennan þá viljum að menn ígrundi, það er að þeir lesi sjálfur, stúderi sjálfur og fái opinberun sjálfur frá hæðum, ekki frá þessum manni, heldur frá hæðum. Ef ég fæ opinberun frá hæðum, sem ég geri, þá færð þú það líka frá hæðum, að þú ert fylltur heilugum anda rétt eins og ég. Og hann er millistykkið frá hæðum til mín. Þannig við sjáum að í augum himinsins og lifandi Guðs þá erum við nú aldeilis verðmæti mikil fyrir hann. Að hann gerir allt þetta til þess að einstaklingurinn ég fái þetta samband við sannleik, við Jesú, við hans sjálfa og allan himinsins og engla hans og allt það. Þetta er allt í kringum okkur, hinn trúa. Það gildir ekki sama heiminn. Heimurinn hefur enga vernd frá himninum. Ekki nema bara við erum að biðja fyrir heiminum eða ekki fyrir heiminum, heldur fyrir fólkinu í heiminum að það losni það og komist undir skjól lifandi Guðs. Hvað margir hafa hlaupið þaðan og út í heim? Ég veit það ekki. Kannski þekki nokkra sem hafa gert það og það eru auðvitað hörmulega hlutskipti.
En svona maðurinn. Það ekki nokkur tautu við hann komandi, taki hann í sig einhvað sem hvort sem það rétt eða rangt. Já, við alveg höldum í þetta ranga svo lengi sem við bara lifum söm. Eins það með þetta góða sem við eigum, sem orðguð, við höldum í það svo lengi sem við lifum. En það líka rétt að gera það. Hitt væri rangt og hitt rangt þar sem það gildir. Þannig að við höfum rétt og rangt, það engin spurning, svo það bara spurningin hvað við erum að nota. Við skulum lesa svolítið, við höfum alltaf lesið eitthvað, svona bæði í gamla og nýja, og nú erum við í gamla testamentinu, í Míka. Eins og áður þá bara erum við með þetta handa og skemmt og grípum eitthvað staði niður, þetta þannig sé ekkert skipulagt, þetta sögðum við það áðan, höfum oft svo sem sagt að hér að þetta miklu meira þáttur sem hvetur þig til þess að grípa bókina og gera þetta sjálfur og sjálf. Ekki láta mata þig bara á orði Guðs, heldur skaltu vera ábyrgðar fullmanneskja og ábyrgðar full manneskja og gerir það sem hún getur sjálf. Og þú getur alveg lesið og þú getur alveg stúderað orð Guðs bara rétt eins og hver annar. Þegar þinn heilagi andi ekkert slappari en minn heilagi andi eða heilagi andi í nokkrum öðrum manni eða konum. Þetta bara sama stærð af heilagum anda og það sama stærð af trú. Hún ekkert mismunandi stór, en verður mismunandi, það fer eftir því bara hvað miklum tíma þú vilt verja í þína trú. Og ég segi, verður miklum tíma í trú. Það mun aldrei koma þér neitt nema til góðs. Það mun aldrei verða þér að neinu falli eða tjóni. En það getur auðvitað breytt hellingshlutum hjá þér. Vinir sem geta yfirgefað og allt það vegna trúar. En hafðu ekki áhyggjur af því, Drottinn mun gefa þér aðra sem eru þó hinir sönnu vinir. Það það sem við þurfum að vita alla þessa hluti. Ef við vitum alla þessa hluti þá verður svekkelsi minna og höggin færri af einhverju svekkelsi að þessi brást mér og hinn brást mér. Þannig við hættum að stóla svo mjög á menn og það aldeilis styrkur í því, trúðu mér með það. Það mikill styrkur í því þegar við förum að sleppa hendinni af þessum og hinum á þess að sleppa hendi af fólki þannig sé bara forever. Það enginn að tala það. En vináttan eftir þegar þú ert búin að sleppa verður öðruvísi. Þú segir að þetta hangir ekkert í viðkomandi. Þú ert bara sjálfstæð manneskja og svo eru þið bara vinir. Og hvað gera vinir? Þið til að mynda að ræðast við. Drekka saman kaffi og borða saman stundum og allt það. Og fara til hérna, nú allir að fara núna til hérna, hvað heitir það? Man ekki hvað heitir. Það er á Spáni. Spánarferðin. Það nú búin að vera lengi í okkar hlutskipti. En það Míka. Míka 6, 7. kafli. Heyri það sem Drottinn segir. Flytt fjöllunum mál þitt, lát hæðirnar heyra röst þína. Fjöll hlýðið á kæru Drottins. Leggi við hlustir, undirstöðu jarðarinnar, því að Drottinn flytur mál gegn þjóð sinni, lætur Ísrael svara til saka. Þannig hann eitthvað að tala til Ísraels manna sem einaferðina enn eru ekki alveg að átta sig á Guði. Og það líka þannig með okkur að einaferðina enn, oft á tíðum, eru við ekki að átta okkur á því hvert Guð að fara, hvert þetta leiði. Ég hef verið trúið alla mína ævi og svo ég hér. Og hvað hér? Það getur verið einhverja erfiðar aðstæður. En akkur, þó við séum trúaða manneskjur, akkur ættu við ekki að þola og umbera erfiðar aðstæður. Erfiðar aðstæður ekkert endilega fráhvarf frá Guði. Þær eru bara erfiðar. Og lífið stundum erfið, stundum að leikandi létt og stundum fljúgu og hæðan. Við erum þetta allt. En stundum gengur þetta svo langt, þetta afturkvað, að Drottinn telur sér að brýnt að áminna sitt fólk. Hann gerir það oft. Hann áminnir það til þess að það komi tilbaka. Og ef enginn segir neitt
og ef enginn áminnir eða áréttar, að þá ekki mikil hætta á því að menn snúi við í iðrun. En eftir áminningu og sannleikurinn fram gæti gerst að það skeði. En þó aldrei hægt að fullyrða neitt þarna því að hjarta mannsins svo óútreiknanlegt og það vitum við. Stífnin og þvergirðingurinn getur verið slíkur að það ekki stundu nokkru tautið menn komin. En drottinn gefst aldrei upp. Hann hefur aðferðið við okkur öll, bæði mig og þig, að þegar við bara fá okkur tilbaka. Hann ekki refsandi Guð, hann vil bara fá okkur tilbaka. Hann fyrirgaf okkur í Jesú og hann vil bara fá okkur tilbaka. Og við komum tilbaka að þegar við höfum séð að okkur. Það sem sagt að sjá vitleysuna og segja ég vil þetta ekki meira. Það að snúa tilbaka. Og drottinn tekur við þér og hann fyrirgefur þér. Hann reyndar búinn að fyrirgefa þér. Hann gæti alveg sagt ég fyrirgef þér bara fyrir mig og fyrir þig því að við erum náttúrulega bara breskar manneskjur sem skiljum ekki allt. Það er svo mikilvægt að eiga eitthvað inn í trúnni sem við vitum þekkjum. Og þá þetta allt það sem drottinn hefur sagt. Og það svo magnað fyrirbrigði að drottinn hefur fyrirgefið okkur og það bara stendur. Eins og segir, þá bara stóða þar. En hann þarf að ítreka þetta við okkur að hann að eiga við menn. Við erum breyst fólk og verðum áfram breyst fólk. Við erum fúl út í þennan og fúl út í hinn. Við tölustum ekki við að því einhver sagði eitthvað eða gerði eitthvað. Við horfum aldrei á sjálfa okkur að við kannski hefum gert rangt á hlut annara. Það allt annað mál, það eru við. En drottinn sér ekki þetta. Hann bara kemur inn í málið og segir, ég búinn að fyrirgefa þig, komdu bara tilbaka. Þetta leiðin sem við höfum. Það búið að fyrirgefa okkur. Og svo höfum við annað orð sem segir líka, sem segir að hann sjá ekki eftir neinu. Sjáu ekki hvernig drottinn að tala til okkar einhvað sem bara Ég sé ekki eftir neinu. Ég sé ekki eftir að hafa frelsað þig Konráð og Rúnar. Bara aldeilis ekki. Þannig að komdu bara aftur. Og hann segir líka við Konráð og Rúnar, ég hef fyrirgefið þig, komdu bara aftur. Og ég kem. Orðin líklega, já, hef lært mína leksíu, eða þó veit maður náttúrulega aldrei það hvort menn læri leksíu eða ekki, en þeir komið tilbaka. En kannski það svona þrándur í götu okkar svo margra, að við erum alltaf að bíða eftir því að hinn komi og iðrist. Eins og einhver sagði manni í sjónvarpinu, en ertu búin að iðrast nóg? Og þegar orðunum var að dæma þá var þessi einstaklingur aldrei ekkert að búin að meðtaka það að þessi þarna væri búin að iðrast. Þetta snúið við sögðað En þetta nú samt til. Annað síðan hvernig við tökum svona hann. En drottinn með þetta á hreinu. Ég er búinn að fyrirgefa þig. Komdu bara. Ég sé ekki eftir neinu. Komdu bara. Og við erum með stað í þetta í orði Guð. Í sögunum týnda soni sem mér verður oft tíðrætt því að mér finnst það mjög mögnuð saga. Hann kom og og bara leið að hann kom, þá hljóp hann á mót honum og bara slóp veislu. En svo kom hann herra ég, vamlaus, inn að Geðsarabba og var bara þvílíkt fúll að hálfa væri nóg. Hvernig dettur þetta í hug? Að láta þennan ræfil bara fá þetta allt saman og bara slarf veislu. Veistu ekki hvað hann er búin að gera? Hann er búin að eyða öllu. Þetta er ég. Þetta er ekki Guð. Hann hins vegar svaraði, samkvæmt sínum hug. Sonuðinn var dauður, en nú var hann lifnaður við og okkur ber að fagna, mér bara að fagna. Það var engin fögnuður í hinum. Og þetta eru við.
Þetta söfnuður í sinni fílu kannski. Þetta allt saman í þessu söfnuður. Þess vegna þurfum við að dæla út orðinu. Við þurfum að dæla út kennslunni. Við höfum auðvitað ekkert að mæra þetta. Við bara tölum sannleikann út til fólksins. Það okkar hlutur. Það okkar ábyrgð. Ég ber ekkert neina ábyrgð á neini trú. Ef að ég væri leiðtogi til að mynda safnaða sem ég ekki, að þá bæri ég samt ekki neina ábyrgð á söfnuðinum, þó hann sé allur í skakk og skjön. Það sem að ég ber ábyrgð á, segjum að ég væri leiðtogi, ég tek það fram, ég það ekki, safnaða leiðtogi, að eina sem ég þarf að gæta mín á, að ég þarf að tala út orðið rétt. Það mín ábyrgð og það verði krafinn svara. En söfnuðurinn, ég get ekki borið ábyrgð og trú nokkurs manns. Það ekki hægt. En ég get gert það, ég get ákveðið það, en ég skal tala til þín rétt og satt orð. Og svo gerir bara einstaklingurinn það við orði sem hann heyrði, sem hann vill. Ef að ég gerir mig, þá ég stikk frí. Hvað þetta varðar. Ég ræði ekki yfir öðru fólki. Ekki heldur safnaðar meðlum, safnaðar hirðirinn. Hann ræður ekkert yfir öllu fólki. En hann þarf að standa sig í því stykki að flytja orðið eins og á að flytja það. Hvað merkir þetta? Sama fyrir mig, ég þarf að vera í sambandi og samfélagi við lifandi Guð og þess vegna erum við að lesa orðið. Því að það hvetur okkur á alla þessa staði og segir okkur fullt af orðum sem að við þurfum að endurnýja og endurvekja af því að við erum bara fólk og fólk alls konar hugsandi og mismunandi sem mæðir á því á milli daga. Þetta ekkert verið að segja neina nýja fréttir hér. Þannig að gaman að trúa á Jesú. Ég elska að trúa á Jesú og ég aldeilis ekkert að missa neitt niður mig með það. En maður hefur séð ýmislegt og ekki hefur verið sáttur við allt sem ég séð. En hvað get ég gert að því? Eina sem ég þarf að gera að vera með sjálfa mig bara á réttum stað og það hef ég gert með Guð sjálf. Þannig það. Og þess vegna stend ég ennþá í þessu og að gera góða hluti í Jesú nafni. Og að margir sjá það, sumir sjá náttúrulega ekki neitt nema sína eigin gremju og það bara þeirra mál, mér varðar ekkert það. Ég bið bara Guð að koma inn í þessa gremju þannig að það verði nú eitthvað smávegis ljós, við sjáum ljós hérna. Á litlu kerti, þetta nú að verða búið þetta grei. En allir verðum ekki endurnýja það fyrir næstu stund. Ég hygg svo vera. En það gaman að tala Guð og gaman að fræðast út frá Guði því að ef maður fer á stað þá sér maður, sér maður ekkert nema stærð. Svo mikla stærð að maður bara næri ekkert upp í þetta. En þetta svo Guð sem ég að þjóna. Þetta svo Guð sem ég elska og tigna og tilbið. Og til þessa Guð stefni ég og með þessum Guði lifi ég í dag. Hann segir við mig, Konráð, hér munið ekki deyja. Þetta ekki magnað? Og hver ekki hræddur við dauðan? Menn eru logandi hræddir við dauðan. Sumir reyndar berja sér á brjóst og bera sér mannalega, en menn eru hræddir við dauðan og það eðlilegt. Veistu af hverju? Það einhvað í hverri manneskju segir ekki deyja. Það málið. Það vandi. Ég segi, þú þarft ekki að deyja. Hann heitir Jesús. En ég get ekkert gert neitt meira. Ég get ekki gefið neinu líf. Ég get einungis sagt frá því sem að ég veit og gerðist í mínu lífi. Þess vegna biðjum við fyrir fólki. Allir séum ekki öll hjá Jesú í dag sem bænasvar einhvers. Ég gæti trúa því. Þegar Drottinn stillir allir svona af með þessum hætti að við biðjum.
Hún mögnuð bænin. Við skulum líta aðeins betur í orðið. Við erum að hvetja menn í orðið. Og þá líka allt í lagi að lesa einhver svona vers í því. En eins og við vorum að tala og menn kannski vita orðið, að þá er þetta ekki svona massív biblíukennsla. Aðrir sjáum það og ég hef oft fengið alveg magnaða biblíukennslu, en þetta er svona hvatning ég og Biblían saman. Kannski ætti þátturinn að heita það bara ég og Biblían saman. Því þetta er raunverulega það sem er markmið hér, ég og Biblían saman og ekkert minna heldur en það. Lestu og þú ferð svona að elska þetta orð. Og svo meira sem er svo magnað, ferð að vilja bera ábyrgð á þessu sjálfur. 1, 2 og 3. Þú varpar ekkert ábyrgðin yfir á annan fyrir þína trú. Gerðu þitt og ég geri mitt og við erum vammlaust frammi fyrir Guði. Gerum þetta eins og hann vill og við erum vammlaust frammi fyrir honum. Og það er málið. Enginn okkar getur borið ábyrgð sem ég var að segja á það fyrir neinu nema sjálfum sér raun og veru, en það getur hann gert. Þannig hann flytur orðið rétt. Það er verks safnaðar hirðisins, hann flytur orðið rétt og hann hefur skilað sinni þjónustu. Svo er það spurningum hvað aðrir gera. Það er ekkert á ábyrgð nokkurs manns að bera hvernig aðrir menn breyta og hegða til. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt að einu sinni ætlast til þeim. Ekki heldur með safnaðar hirði. En það hefur stundum verið svona í að þessu, en ég tel þetta algjörlega rangt. Og var að lýsa því hér áðan að þetta gerðu þig eins og á að gera það og þú hreint frammi fyrir Guði. Hvernig aðrir taka því, hvort aðrir meðtaki boðskapinn, þú getur enga ábyrgð borið á því. Ekki heldur þú sett safnaðar hirði. Það er ekki hægt. Það er andstætt orðinu að halda slíku fram. Andstætt orðinu. Söfnuðurinn er stóra eða lítill hópur af sjálfstæðum einstaklingum sem eiga og bera ábyrgð á sínu lífi, hvort þeir fari illa með sitt líf, er þeirra val, farið þær vel með sitt líf, er þeirra val. Þú hefur ekkert það að segja. Þannig að þú ætlar að halda bara áfram að flytja orðið í sínu tærleika og hreinleika og það skaltu gera. Því að það er þitt hlutur. Og þess vegna ertu upptekinn við orð Guðs, því að þú vilt halda þér þarna. Og það er góður staður að vera á. En þetta er nú eitthvað að fara að styttast í annan endan hjá okkur. Lesum hérna og svo lokum við þessum kafla. Við erum í síðara almenna bréfi Péturs. 3. vers. Með guðdómlegum mætti sínum hefur Jesú Kristur gefið okkur allt sem þarf til lífs í guðrækilegri breytni. Með þekkingunni á honum sem hefur kallað okkur með dýrð sinni og dáð. Með því hefur hann veitt okkur dýrmætt og háleit fyrirheit sem fela í sér að þið komist undan spillingun í heiminum sem gindin veldur og verður hluttakandi í guðlegu eðli. Þannig að sjá þið. Þetta er það sem við erum að tala um. Orðið. Þetta stendur það. Og nú veistu að það stendur það. Ég bið Guð að þessi orð veki þið til dáða að kynna þér þetta allt saman bara og stúdera og segja við sjálfan þig og speilin, og nú alltaf í speglinu, ég sé það á þig, að bara ég ætla að gera þetta sjálfur, svona eins og ég get. Ég með hjálp öðrum, það er ekki verra, annara, það er ekki verra. Ég ætla að tilheyra söfnuði, ég þarf að vera í söfnuði, ég ætla að vera, já, undir aga hirðisins, en hann getur ekki borið ábyrgð á neinu fyrir mig. Ég verð að bera ábyrgðina sjálfur. Í Jesú nafni. En, það er komin tími, ég sé ekki á klukkuna, ég nenni ekki að setja úr gleraða. En hvað það, ég get allavega að snúða mér í þess og þá voru bara leiðin greið.
annað. Kveð og verð hérna aftur eftir viku. Takk fyrir.